Velkomin í Biblían á mannamáli, hlaðvarp fyrir lífið. Það pálmasunnudagur, fyrsti dagurinn í páskavikunni, dymbilvikunni, eins og við stundum köllum hana, stærstu og mestu hátíð, bæði kristinna og gyðinga, páskarnir. Og í þessari viku var meiningin að rekja sig svolítið eftir atburðarásinni, þannig að við skoðum alla þessa daga í lífi Jesús, hans síðustu daga á jörð áður en hann krossfestur og rís frá dauðum, og við ætlum að, mér sýnist þetta verða allavega svona 4 þættir. Við sendum út í dag og þriðjudag og föstudag og sunnudag sennilega líka. Ég sestur hérna með kaffibolla minn og það fyrsti dagurinn í vikunni og þessari páskaviku, við kallum það pálmasunnudag og við ætlum að styðjast við atburðarásina eins og hún rakin í Markúsar guðspjallið sem við höfum verið að skoða undanfarið. Þetta eru rosalegi dagar, það mikið sem gerist og mikið sem skiptir ekki bara líf Jesú máli eða gyðingana heldur mannkynsins alls og hefur haft gríðarleg áhrif langt út fyrir Jerúsalem og aftökustað Jesú á Golgata eða gröfin hans. Þetta gríðarlega áhrifamikil frásaga og mikið sem gerist. Ég held að þegar við lesum í 11. kafla, frásagan af þessari viku byrjar í 11. kafla hjá Markúsi. Og Markús eins og ég hef áður nefnt mjög öðruvísi í því hvernig hann skrifaði. Þetta elsta guðspjallið og hinir studdu svolítið við hans frásögn. Hann mjög svona klift og skorið, hann hefur tímasetningarnar alveg á hreinu, hann segir klukkan þetta og þegar sólum að þarna og þetta allt til staðar í honum og við ætlum að skoða þetta betur. Í þessum þætti núna, þessum fyrsta þætti í vikunni og til að lýsa þessum fyrsta degi vikunar, pálmasunnudeginum sjálfum, þá nauðsynlegt að skoða aðeins bakgrunnin. Hvaða umhverfum var þetta? Hvað var í gangi? Hvað voru menn að gera? Hvað voru menn að hugsa? Og hvað Jesús að meina þegar hann segir ákveðna hluti og kemur inn í kringumstæðunum og skoða þetta svolítið í dag. Og við ætlum að lesa fyrst. Já, áður en ég byrja að lesa. Ég ítreka, ég veit ekki hvað þættirnir verða langir eða stuttir, hvað við komumst yfir mikið í hverjum þætti, en við reynum náttúrulega að hafa þá ekki allt of langa þannig að þið þreytist ekki mikið að hlusta, en þetta mikið efni, svo við sjáum til. Og við lesum í 11 frá fyrsta versi. Þegar þeir nálgast Jerúsalem og koma til Betfagi og Betaníu við Olíufjallið, sendir Jesús 2 lærisveina sína og segir við þá: farið í þorpið hér framundan ykkur, leið og þið komið þangað munuð þið finna fola bundinn sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur, hvers vegna gerið þið þetta? Þá svarið, Drottinn þarf hans við. Hann sendir hann jafnskjótt aftur hingað. Þeir fóru og fundu folan bundinn við dyr úti á strætinu og leystu hann. Nokkrir sem stóðu þar sögðu við þá: hvers vegna eru þið að leysa folan? Þeir svöruðu eins og Jesús hafði sagt þeim og þeir létu þá fara. Síðan færðu þeir Jesú folan og lögðu á hann klæði sín, en hann settist á bak og margir breiddu klæði sín á veginn en aðrir lim sem þeir höfðu skorið af trjánum. Þeir sem á undan fóru og eftir fylgdu hrópuðu: Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Blessað sé hið komandi ríki föðurvors Davíðs, Hósanna í hæstum hæðum. Jesús fór inn í Jerúsalem og í helgidóminn og þar leit hann yfir allt. En þar sem komið var kvöld, fór hann til Betaníu með þeim 12. Hér endar frásögn Markúsar af þessum degi og við ætlum að skoða bara þessi vers, þennan hluta, hvað gerðist og hvað var að vera á pálmasunnudag, þennan fyrsta sunnudag eða fyrsta dag vikunar. Það sem kannski merkilegt við þetta að þið sjáu fyrir ykkur Jesú ríðandi á ösnu fola og
Það fullt af fólk sem kemur með og leggur greinar á götuna og hrópar Hósanna, hástöfum, blessa sig við komandi ríki Guðs, föður vors Davíðs, Hósanna í hæstum hæðum. En þetta, ef við skoðum bakgrunnin, þetta var nefnilega ekki eina, ef að kalla þetta skrúðgöngu, sem var á leiðinni inn í Jerúsalem. Þennan vordag, þetta alltaf á vorin, páskarnir alltaf á vorin, þennan vordag árið 30 eftir Krist, þegar páskavikan að byrja, eða Passover, eða framhjágangan eins og það heitir hjá gyðingunum. Þetta helgasta vikan þeirra, eins og það helgasta vika okkar kristinna manna í dag eftir komu Jesú, krossfestingu hans og upprisu. En það voru 2 skrúðgöngur á leiðinni í Jerúsalem þennan dag. Og hvernig vitum við það? Þessi skrúðganga hans Jesú, ef við kallum þetta skrúðgöngu eða fylking sem að ganga inn til borgarinnar, þetta var vinnandi stétt, þetta var skrúðgangur vinnandi stéttar, þetta voru bændurnir, þetta voru veiðimennirnir, fiskimennirnir, smiðirnir, þetta voru iðnaðarmennirnir. Þetta var ekki hópur af ríkasta fólkinu eða fyrirmanna fólkinu. Sú skrúðganga þeim megin var algjörlega í öndvöld, hún var sem sagt vestan megin að koma inn í borgina vestan megin. Jesús að koma inn í hana austan megin. Og þeir koma niður fjallið, Olíufjallið, og höfðu verið á ferðalagi raunverulega frá Galileu þann daginn. Og Galilea í norðri hjá Galileuvatninu og þar sem Kapernaum og heimabyggð þeirra var, Jesú og lærisveinanna. Og þeir eru búin að vera á gangi allan daginn, þennan dag og kannski sennilega daginn á undan líka, og þeir koma inn í bæ sem heitir Betanía. Betanía austan megin raunverulega við Olíufjallið. Olíufjallið svona sæmi, þetta allt upp í fjallshrygg, en svo koma þessar hæðir, einstaka fjöll og hnúkar, og þeir eru kallaðir hinum ýmsum nöfnum, og þar á meðal Olíufjallið. Og þeir koma þar inn og þeir undirbúa innreiðina inn í Jerúsalem. Sem sagt, að fá asnufolan, leggja af stað niður fjallið, þeir þurftu að fara niður Olíufjallið, vestanmegin og niður í Tónungudjúpandal þar og aðeins aftur upp á annað fjall, þar sem að borgin var og musteri sat, Síónfjall, og í gegnum múrana þar, þetta var allt múrbyggt í kring. Þetta sérst austanmegin við Jerúsalem. Það þessi skrúðganga, þessi fylking að koma. Hinum megin, vestanmegin, þar voru hlið og innganga hægt að fara inn í borgin á mörgum stöðum. Vestanmegin önnur skrúðganga að koma, og hver held að það verið? Það var Pontíus Pílatus, rómverski landstjórinn, sem að stýrði Edóma, sem að var sunnamegin við Júdeu, stýrði Júdeu og Samaríu. Hann kemur inn í borgina vestanmegin, og það allt öðruvísi skrúðganga. Þar eru fyrirmenni, þar eru hestar, þar eru vopnaðir verðir og hersveitir, þar eru fylkingar sem eru með borða og fána, fulltrúar rómverska ríkisins. Og þessar 2 fylkingar, þessar 2 skrúðgöngur, ef getur sagt svo, af svona gjörólíku fólki, þetta litaði, og reynda litaði bara starf og líf Jesú í Ísrael á þessum tíma, en ekki síst þessa viku inn í Jerúsalem, páskavikuna. Þessar 2 fylkingar, það sem það eru fulltrúar fyrir, það áttu sér stað átök og þau nugguðu saman illilega inn í borginni þessa viku. Þetta mikilvægt fyrir okkur að vita til að skilja sumt af því sem var að gerast. Rómverjarnir sendu alltaf inn svona, landstjórinn, hver sem hann var á hverjum tíma, kom alltaf inn með hermenn í hverju einustu hátíð gyðinga,
og ekki síst á svona stórhátíð eins og páskavenga var, vegna þess að þeir óttuðust það og það hefði sýnt sig að gyðingarnir áttu til að vera með uppstödd og læti og þá voru fylkingar hérna og þá voru vandlætarar eða zealots menn sem að gengu með hníf og þeir áttu það til að fara í eitthvað blóðuslagsmál. Gyðingarnir voru óútreiknanlegir og alltaf við hátíðarnar þá sendur inn svona fylkingar og landstjórinn kom til að fylgjast með. Rómaveldið var lítið gefið fyrir það að fá uppsteytt og Pontius Pílatus, hann bjó ekki í Jerúsalem að jafnaði eða staðaldri. Hann bjó í Sesaríu við hafið, við Miðjarðarhafið. Það voru 2 Sesaríuborgir, þetta var Sesaríu við hafið, við sjóinn og það bil 60 mílur svona vestur, aðeins norðvestur af Jerúsalem. Og þeir lifðu náttúrulega í velistingum og honum fannst gott að vera við ströndina. Og það var miklu þægilegra að vera þar fyrir þá heldur faktist í Jerúsalem því að það var höfuborg gyðinganna og þar var musterið og það var miðstöð trúarathafna og það var erfiðara að eiga við það var svona meiri óróleiki þannig að þeir vildu gjarna vera eitthvað alltaf annar staðar. En hann að koma inn á þessum tíma af því að það páskavika, af því að það framhjágönguvika eða það sem við köllum Passover á enskunni, hátíð gyðinga. Þeir að halda þetta hátíðlegt alveg eins og kristmenn síðar mér gerðu. Þannig að þetta eru fylkingarnar sem mæta, þetta eru skrúðgöngunar sem koma hann inn. Ímyndið ykkur andstæðuna, ímyndið ykkur Jesú komandi ríðandi ösnufóla niður bratta hlíðar Olíufjallins og fólk tekur á móti honum og þarna eru bændurnir og þarna eigum að segja fátæka fólkið. Og við komum aðeins inn á það eftir. Þetta var eins og svart og hvítt. Því að hinum megin fullveldi og fulltrúar rómverska heimisveldisins og meðan hinir hjá Jesú voru fulltrúar Guðsríkisins. Og bara í þessari mynd sjáum við átök. Bara í þessari mynd sjáum við algjörlega svart og hvítt. Við erum búin að fjalla aðeins það þegar Jesús var að kenna það að þú vera mestur í Guðsríkinu, þá þjónaru. Það var ekki hinn í skrúðgöngunni. Ef þú vera mestur, þá tekur völdin. Þú stjórnar og beygir hina. Og það hefði sýnt sig að það var nákvæmlega það sem að þessir fulltrúar rómverska ríkisins gerðu, hvort sem þeir voru Rómverjar eða tilnefndir af Rómaveldi innan Ísrael. Gleymum því ekki að Jesús, sonur Guðs, engetinn sonur Guðs, eins og við lærum í Nýja testamentinu, að koma á ösnufóla. Fulltrúar keisarans, Ágústusar, eru hinum megin. Og hver var trú Rómverja keisaran? Jú, hann var sonur Guðs, hann var sonur Apollosar. Og sem Apollos hafði eignast keisaran með móður hans Atíu. Þetta er senan, hugsið ykkur. Þetta er senan í Jerúsalem árið 30. Gjörsamlega ólíkar fylkingar. Jæja, svo hvað gerist? Markús segir okkur þessa sögu mjög skýra. Hann lýsir þessari innreið Jesú inn í Jerúsalem og hún andstæð, hún leggur áherslu á Guðsríkið, muniði. Hvað sagði fólkið? Blessa sé hið komandi ríki föður vors Davíðs, hósanna í hæstum hæðum. Guðsríki komið, þetta nýji konungurinn okkar. Þetta var, ef einhvað ögraði rómverska ríkinu og keisarunum, þá var það einhverja svona yfirlýsingar. Það væri komið nýr konungur sem ætti að leysa allt dæmi af hendi hérna hjá þeim. Þetta er myndin. Þarna væri, ég ætla ekki að lesa það alltaf, en þarna er nauðsynlegt að vísa til líka þess að í spámönnum, hjá spámönnum í Sakaría og fleirum spámönnum, þar fjallað þetta. Það sagt fyrir það
að hann mun koma á ösnufola. Konungur ykkur kemur, auðmjúkur, á ösnufola. Það búið að spá fyrir þetta. En að því að spámennirnir fyrir munn Guðs voru búin að tala það fyrirfram að Jesús myndi fæðast, að Messias myndi koma og þetta yrði svona mundan birtast, en hann kominn til þess að ríkja á algjörlega nýjan hátt. Hann kominn til að ríkja á algjörlega nýjan hátt í Guðs ríkinu sem algjör andstæða við ríki keisarans og hvernig því var stjórnað og hvernig því var háttað. Og af hverju þetta mikilvægt? Vegna þess að Guði ekki bara annt það að þú og ég og mannfólkið, hvort sem við erum Rómverjar eða Íslendingar eða gyðingar, breytir engu, séum bara á leiðinni til himna. Hann kom ekki bara til að bjarga okkur til himna. Honum annt jarðríkið. Og ef við lesum í Gamla testamentinu það hvernig Guð vildi að Ísraels þjóðin lifði og starfaði, að þá voru þeir þarna komnir dálítið langt frá því. Og við aðeins munum sjá þá eftir hvað við erum að vísa til þar. En andstæða milli þessara tveggja ríkja yfirgengileg. Jerúsalem varð höfuðborg Ísrael til forna á tímum Davíð konungs, svona það bil árið 1000 fyrir Krist, fyrir fæðingu Krist. Og það var undir stjórn Davíð sem konungs og síðar eftir hans daga stjórn sonar hans Salómons, sem að Ísrael raunverulega lifði mestu uppgangstíma sem þau hefðu nokkuð tíma séð. Þau blómstruðu, þeim vegnaði vel og þau eru forrík sem þjóð. Og Salómon byggði musterið, þið fyrsta musteri í Jerúsalem. Og það var dýrlegt musteri, það var allt í það lag og það þóttist fegusta bygging á jarðríki þess tíma. Og Davíð, Salómon sonur Davíðs, byggði þetta líklega árið, talið árið 900 fyrir Krist. Og þetta var helgasta miðstöð, þetta var helgistaður gyðinga og gyðinga heimsins, alveg saman hvað gyðingarnir voru, þeir komið pílagrimaferðir til að koma þarna inn. Og ef við lítum á þá guðfræði sem var til í kringum musterishaldið, því að það var ákveðin svona musteris guðfræði sem var til og þá var það til sú hugsun að þetta musteri, það sem Guð bjó og Guð dvaldi, það sem hægt var að koma inn í nærveru Guðs, þetta var nafli heimsins. Og viti menn, í dag enn talað þennan stað sem nafla heimsins. Hvað snýst öll baráttan til dæmis núna bara í dag við botni Miðjarðarhafs, musterishæðina, og snýst það hver fær aðgang, hver fær undir rótin, hver fær aðgang að musterishæðin, hverjum tilheyrir hún, þessi helgistaður. Enn barast þetta, hugsið ykkur, nafli heimsins. Gyðingar trúðu reyndar auðvitað að Guð væri allstaðar, eins og þú og ég, ef við trúum á Guð yfirleitt, trúum að hann allstaðar. Og hann, allur himinn og allur jörðin tilheyrir honum og Guð það stór og mikill að það ekki þetta setja inn eitthvað eina byggingu, en trú þeirra var í þessari guðfræði musterisins að þar inni inn á allra helgasta sem var innst í kjarnin, innsta rýmið í musterinu, það var forgarður og svo var svona ytra rýmið heilaga og svo verið allra helgasta og þetta skiptið svona í þrennt og að þar á þessu umhverfi, þessu stað, þar var þetta að koma inn í nærveru. Guð var alls staðar en þarna var þetta að finna nærveru hans og þannig að musterið alveg gríðarlega mikilvægur þáttur í lífi Ísraelsmanna og gyðingana miðlaði tvennu. Það var aðalega tvennt sem að musterið sagði öllum og gerði. Það var nærvera Guðs sem ég minntist á og það var fyrirgefning Guðs. Þarna var dýrum fórnað, best að taka fram strax að fórnarathöfnir gyðinga í byrjun gengu ekki út á það
að fórna og slátra til að friða reiðan Guð. Guð var ekki reiður. Hann þurfti ekki blóðfórn. Hann þurfti ekki blóðfórn til þess að vera tilbúin að fyrirgefa. Hann var búinn að fyrirgefa. Fórnirnar voru þannig, dýrið var slátrað og það var borðað. Þeir hefðu alveg getað slátrað í bakarinn heima og svo borðað þar eða hvað, nema af því að þetta fer inn í musterið þá hefur verið að gefa til kynna, minna þau á að lífið er í blóðinu og þau til þess að halda sig við Guð þá þurftu þau að skynja það að hann var þeirra uppspretta, hann var lífið, án hans voru þau ekki neitt, án hans gátu þau ekki neitt, annars myndu þau deyja. Og syndirnar fyrirgefnar, þetta var hluti af guðfræði musterisins. Það voru ekki allir gyðingar þarna og ennur gyðingar í dag sem ekki eru sammála þessari nálgun, en þetta var guðfræði musterisins. Þannig að þarna var þetta að fá fyrirgefningu syndana, en þá getur þið séð strax, og við erum búin að tala um það aðeins, hvað Jesús hefur algjörlega komið, hann fyrirgaf syndir, munið eftir manninum sem hann læknaði og hann spurði fræðimennar sem voru að gagnrýna, hvort auðveldara að fyrirgefa syndir eða reisa mann upp, gera hann heilan sem var lamaður. Og hann, svo að þið vitið að mannssonur hefur vald til þess að fyrirgefa syndir, þá syndir þínar eru fyrirgefnar. Bíddu, og hvað? Þetta er ekki samræmi við guðfræði musterisins. Það var bara einn staður sem var að fá fyrirgefningu syndana og það var að þú komst með dýr og fórnaði og Jóhannes skýrari. Hann gerði það, svipaði það ekki. Hvað gerði hann? Hann sagði komið og skýrist, það var syndafyrirgefninga skýrt í Jórdan. Hann fór ekki inn í musteri til að fórna til þess. Vá, nema von að fræðimennirnir hefði aðeins verið að kvarta yfir þeim. Þeir tóku sem sagt þetta fyrirgefningu syndara og nærveru Guðs út fyrir musterið og það gátu þeir ekki samþykkt. Allt þetta var hluti og jafnvel, þegar Davíð var konungur, ég ætla að staldra aðeins við. Akkur ég að tala um allt þetta, ég ekki ykkur bakgrunnin. Við erum bara að tala um bakgrunnin af því sem þarna að fara að gerast í vikunni. Svo við skiljum hugsunarháttin og skiljum okkur Jesús sagði eitthvað ákveðið og okkur fariseinir sagði eitthvað ákveðið og hvernig fólki sá þetta. En þetta ástand, þetta fyrirkomulag getum við sagt, sem hafði byrjað löngu áður og jafnvel með Davíð konungi í Ísrael, er þetta svona valda fyrirkomulag, yfirvald ræður. Og af hverju það mikilvægt að vita það að það var þarna við lýði undir stjórn Rómverjana vegna þess að það er andstæðan við það sem Guð vildi. Guð var ekkert gefinn fyrir valda fyrirkomulag og valda strúktúr heimsins. Hann lagði sínu fólki það algjörlega skýra línu við það, þetta er ekki það sem við gera, ég vil ekki þau fá konung. Hann vildi aldrei að Davíð yrði konungur, hann vildi ekki fá Salómon, hann vildi aldrei neitt konung, hann sagði ég er konungur ykkar. Þið eigið að lifa í réttlæti, hjálpa hvort öðru, vera miskunnsöm, hugsa ekkjurnar ykkar og fátæka, hann var með allt fyrir fyrirkomulag. Þið ekki að ríkja yfir, þið að þjóna. En þau heimtuðu konung og fengan, þjóðin blessaðist og þau urðu rík, en til varð valda strúktúr sem var í andstöðu með Guðs vilja. Og inn í þetta fæðist Jesú, inn í þarna hann að starfa. Við, þú og ég, við þekkjum þennan strúktúr. Okkur finnst þetta kannski bara eðlilegasti hlutur í heimi. Við könnumst við það, við erum að reyna að brjóta stundunum hér og þar með svona meira lýðræði eins og við segjum. En hvernig lýsir þetta sér? Þetta er svona pólitísk yfirráð, pólitíkin ræður og það eru fáir sem stjórna mörgum og þetta birtist í svona konungsríkjunum, þar er það bara kóngurinn að ræður yfir og það er fjármála misnotkun eða menn ganga á eignir í gegnum skattafyrirkomulag og jafnvel eigna upptökur og annað slíkt.
taka af þeim sem lítið eiga, og í Ísrael var þetta alveg sérstaklega erfitt vegna þess að Guð hafði sett fyrirkomulagið þannig að það mátti ekki kaupa og selja jarðirnar. Bændurnir urðu að hafa jörð til þess að vinna og starfa og rækta til að lifa af og geta selt sínar afurðir og svo framvegis. En undir þessi fyrirkomulagi þá hurfu jarðirnar smátt og smátt, allt undir ríka fólkið, allt undir yfirvaldi. Og hvað gerðist síðan? Og það var líka þarna til þess að gera þetta nú lögmætt, þetta yfirráð og þetta fyrirkomulag, að þá var trúin og trúræknin og trúabrögðin tekin inn. Konungurinn útvalinn af Guði. Guð setur hann sem yfirvald. Keisarinn ekki bara útvalinn af Guði, keisarinn Guðs sonur. Við þekkjum þetta, það ekki langt síðan og sumstæður enn konungsríki hérna í Evrópu, en þó að þeir séu reyndar komin undir, flest þeirra undir lýðræðislega kjörna ríkisstjórnir, að þá þetta eimir hérna af gamla fyrirkomulaginu. Og það þetta að stýra þjóðum á einhverju alþingi með þetta leiðarljósi, þó að það sé ekki sagt beinum orðum. Þú og ég þekkjum þetta svo vel. Sagans kennir okkur svo vel. Þetta svona valda kerfi hefur lengi verið við lýði, og það var við lýði þegar Jesús kemur á pálmasunnudag inn í Jerúsalem. Þetta réttlætt með því að segja að þetta eina leiðin til þess að allir geta haft það gott og við getum hugsað alla. En þetta var ekki leið Guðs. Leið Guðs í Guðs ríkinu fyrir jörðina allt önnur. Ég fjallar svolítið mikið þetta tiltekna í bókinni minni Betri heimur, til að við getum lært og séð, ef við viljum nálgast hana eða flett upp í henni eða eigi hana, hvað Guð hefði í huga fyrir jarðríki. Guð mjög andum jörðina. Hann ekki hér til að kippa þér og mér í burtu og eyða síðan jörðinu og gera hann engu. Guðs ríki, muniði, Faðir vor, bænin okkar sem Jesús kenndi okkur, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Hann vill fá sinn vilja, sitt ríki á jörð, og það byrjað. Það byrjað. Þegar konungarnir Davíð og Salomon dóu, Salomon dó einhvern tímann í kringum kannski 922, 920, ég veit ekki, fræðimenn þarna á þessu róli með það, að fyrir Krist að þá skiptist ríkið upp í Suðurríkið Júda og Norðurríkið Ísrael. Og þetta fyrirkomulag sem þarna kemur, þetta valda fyrirkomulag sem þarna ríkir og hélt áfram þá, ég vil í enn verra mæli. Þetta svona félagslegt, samfélagslegt kerfi sem Jesús og, takt eftir, frumkirkjan í byrjun. Í upphæfi, fyrstu 2 aldirnar allavega og jafnvel inn í hennar 3. Þeir komu í gegn þessu, þeir töluðu í gegn þessu, þeir lifðu öðruvísi en þetta, þeir hegðuðu sér allt öðruvísi, þeir töluðu öðruvísi, þeir hugsuðu hvert annað, allt öðruvísi heldur þetta kerfi gerði. Svo mikið öðruvísi að það var orðið óþægilegt fyrir rómverska heimsveldið og lokum tóku þetta bara upp. If you can't beat them, join them. Og við það breyttist kristin trú og kristna kerfið, kristna samfélagsmyndin, skulum þetta ekki kerfi, kannski kristna samfélagsmyndin og samfélagsfyrirkomulagið breyttist. Vegna þess að nú var það innlimað á rómverska heimsveldinu. Já, þetta spámennir voru búin að tala þetta. Spámenn Guðs í Gamla testamentinu. Ég ætla ekki að lesa það allt núna, við getum vitnað í Míka, við getum vitnað í Jesaja, Jeremía, allir minntust á þetta fyrir þeir sáu hvað leið gyðingar og Ísrael var að fara og vöruðu við. En síðan myndi koma konungur sem myndi sýna heiminum sanna eðli mannsins og hvernig Guð vildi að við lifðum á jörð, sem var koma Jesú Krist. Réttlæti, sanngirni, miskunnsemi, hugsa ekkjurnar, hugsa útlendingana á meðal ykkar, hugsa vel hinna fátæku. Í öllu þessu fyrirkomulagi sem þarna núna ríkti þegar Jesús kemur, hafði þetta gleymist og Guð var búin að sjá það fyrir og hann var búin að láta sína spámenn tala það. Þetta var byrjað að gerast fyrir löngu síðan eins og ég nefndi áðan, bara við komum konungana fór þetta strax að breytast. Og það síðan, ef við bara aðeins reykjum söguna
nær okkur, nær þessum pálmasunnudegi, að Babýloníumenn hertóku Jerúsalem og herleiddu Ísraelsmenn árið 586 fyrir Krist og gjöreyddu musterinu. Musteri Salómons var jafnan við orðið þessi flotta, fallega bygging, svona í mannlegum augum séð, og miðstöð musteris guðfræðinnar og helgasti staður gyðinga var jafnan við orðið. Jafnan við orðið. En jafnvel þar í útlegðinni þá þráði fólk Jerúsalem og musterið. Þráin og hrópið jafnvel magnaðist enn meira innan með Ísraelsmönnum. Í Sálmi 137 eru fræg orð sem að þú og ég þekkjum örugglega. Boney M. söng þetta, by the rivers of Babylon where we sat down and there we wept. Við grétum á árbökkum Babylon að því okkur langaði aftur. Við mundum eftir Síón í fjalli muniði. Síón kemur fyrir í sögunni áframhaldandi, munum þetta, það er olíufjallið austan megin við borgina og Jesús fer niður í dalinn þar og upp aftur inn í borgina þar sem er Síón, þar sem að musteri situr. Það er annað fjall. Við þekkjum þetta. Eftir það bil 50 ár í útlegð undir hervaldi Babýlonumanna, svona þá fá þeir að fara aftur heim, allavega hluti þeirra fór heim til Ísrael, til Jerúsalem aftur og þeir hefjast handa við að byggja musterið upp á nýtt. Það er sér nýtt musteri og það musteri var svolítið fátæklegra. Það var ekki svona mikið glans yfir því eins og var yfir musteri Salómons, en það sem gerist þeir geta byrja aftur sína helgiathafnir og taka bara við það sem frá var horfið og musteri verður aftur miðdepillinn. Það sem gerist þess að núna það var engin kóngur, það var engin yfirmaður og rómarska heimsveldi var ekki komið og það þá gerist að það er umverulega stjórnendum musterisins, æðsti presturinn og aðrir verða umverulega æðsta yfirvald hjá gyðingum. Þeir taka við stjórninni. Svo koma Rómverjarnir, nú fyrir við hratt yfir sögum, sjá hvað er klukkan, já, við nokkrar mínútur í viðbót, þeir fara hratt yfir sögum og Rómverjarnir eru komnir og þeir byrja að tilnefna hinu þessa svona undirtillur, svona konunga, og kallaði konungar, en þetta voru svona bara undirtillur keisarans og þar er eitt sá frægasti Heródes mikli, sem var raunverulega ekki frá Ísrael, hann var frá Edom, sem eins og ég sagði hann fyrir sunnan Júdeu, og hann ríkti svona fram á 4. öldina fyrir Krist og hann tók aðeins til í musterinu og þetta er mikilvægt bara svo þið viti hver myndin er þegar Jesús kemur hann inn. Hann eiginlega, hann beði ekki nýtt musteri, en það var samt alveg eins og nýtt musteri vegna þess að hann lét endurbyggja og laga og bæta við gullinu og silfrinu og steinunum fínu og mósaík gólfunum og öllu þessu. Hann lét setja þetta inn, þannig að musteris ásýndin breyttist öll og þetta var aftur ekki alveg kannski tignalegt eins og hjá Salómon, en samt mun flottara en gæsalappa heldur en musteri hafði verið hjá þeim þegar þau endurreistu það. Og innkoman, tekjurnar, hinn ríku verða ríkari, rómverska heimsveldi fær sitt og nú varð musterið miðdepill þess að safna sköttunum fyrir rómverska heimsveldið. Þú rekur ekki heimsveldið að það taka skatta, gerir það ekki, ef þú þarf að gera allt sem það gera og vilt gera, þá þarf það að fá peninginn og þetta þýddi það að sumur eru ríkari heldur en aðrir og landið og landsskikarnir sem að litlu bændurnir höfðu verið á, þeir mistuð á hver að fætur öðrum. Það var auðvelt fyrir það til að ná landinu af þeim á svo margvíslegan hátt. Þannig að þetta er staðan. Það eru fáir sem stjórna
þeir eru svona á toppnum og það var sama fyrirkomulega hafði verið svona valda yfirbygging og örfáir stjórnuðu fjöldanum, misnotuðu aðstöðu sína, stálu af þeim og allt var þetta gert lögmætt í nafni trúarinnar. Þetta mikilvægt að muna þetta. Þetta skýrir margt af því sem Jesús gerir svo á degi 2 sem við ætlum ekki að fara í dag. En þetta staðan. Þetta það sem að Jesús að koma inn í sínum asnafóla ásamt með fátækafólkinu niður Ólífufjallið. Ólífufjallið, ég gengið þarna nokkur sinnum þessa leið og þetta stórkostleg upplifun að fá að vita það og þetta sami slóðin niður, auðvitað búið að byggja sig ykkur með við og allt ýmislegt breyst en þetta sama leiðin og þið getið farið ef þið einhvern tímann farið. Sumikar hafa kannski þegar gengið þessa leið og þá munið þið munið upplifunina. Hérna fór hann niður alveg niður í dali hér og svo upp hinum megin inn í borgina. Það ákveðin upplifun að koma og sjá og vita að þarna gerðust hlutir og ég hef stundum orðað þannig og ég segi það einu sinni enn að í Ísrael þá lekur hreinlega sagan af hverjum steini. Það bara svoleiðis. Það eitthvað svo ótrúlega, má ég segja skrítið að koma þarna vegna þess að það breytir engu hvort að menn verið trú á Guð eða ekki eða menn bara að skoða umhverfið. Sagan hefur gríðarlega áhrif á fólk þegar kemur þarna. Enda eins og sumir sögðu og ég vitnaði á þann, þá var þetta nafli heimsins. Hverjir finna það ekki þeir komið nafla heimsins? Þarna eitthvað í gangi, þarna eitthvað mikið að vera. Þannig að yfirvöldin í musturinu alveg frá kannski 7. frá árunum 6 eftir Krist þeir voru miðdepillin í skattheimtunni og innheimtunni og það þurfti allir að borga musteri-skatt. Allir karlmenn þurfti að borga musteri-skatt þeir voru konur upp í ákveðin aldur og líka, ekki bara þeir sem bjuggu þar í Ísrael, í Júdeu, heldur líka allir þeir sem bjuggu í dreifinguna sem kallað verið, eða þú varst gyðingur í rómarska heimsveldunni inn á Ítalíu eða Tyrklandi sem nú það breytir einhver þú veist að borga þennan skatt. Hvort svo nýttir þér þjónustuna eða ekki. Og þetta var alveg gríðarleg skattheimta og byrði, ekkert bara á Ísraelsmenn eða gyðingana, þetta hvar sem að rómarska heimsveldi var og ríktið, þeir innheimtu og voru töffarar í því, þeir voru harðir og þú gast skulda, þú lenti kannski í skuld gagnvart musturinn, ef þú áttir ekki fyrir musteri skattinn þá bara var þetta sett á skuldareikning hjá þér og það var erfitt. Kannski munið eftir því ef þið hafi séð, ef þið hafi ekki séð, þá hvet ykkur til þess. Það til app sem heitir, ef ég man rétt bara Angels eða eitthvað svolítið Angel. Þetta sem sagt ævi Jesú, það sem getur hort á leikna mynd ævi Jesú, það sem það sýnir meðal annars hvernig gyðingar lentu í þessari skattaþröng og áttu erfitt með að greiða og voru að reyna að semja. Það var ekki hægt að slá neina víxla, sko. Þetta var alveg skelfilegt ástand og fátækafólkið sem gekk niður Ólífufjalli með Jesú. Þau höfðu fylgst með honum, þau höfðu heyrt hann kenna, þau höfðu heyrt eða jafnvel mikið að upplifa lækningamátt og svo kraft, Messias og kominn. Þetta maðurinn frá Guði sendur til að leysa okkur undan þessari ánauð sem við erum í undir rómarska heimsveldinu. Þetta hlýtur að vera hann. Og þegar ég segi þetta, þá byggur mig hafi í huga einn af lærisveinum hans, Júdas Ískariót, sem oft hefur verið, muniði, býtum við, það sé ekki bara, já gott ef það var ekki bara í Jesus Christ Superstar og jafnvel fleiri myndum, að þá var hann alltaf settur fram þannig að hann hafði ekkert vald og val, hann var bara
svona leppur í höndi Guðs. Guð vildi að Jesú færi á krossin og þessi þau þurfti einhvern veginn að svíkja hann, svo hann var svona dansandi bara brúða fyrir Guð og hvernig gastu áfellst hann fyrir það. En ef þetta bara ekki svona viss, ef þetta bara Júdas var bara einn þessum sem að trúði því að verk Jesú Krist væri fyrst og fremst að losa þau undan Rómaveldi og hann trúði því að Jesús gæti einhvern veginn náð til og sannfært prestana og æðstaprestin og alla í musterinu að taka höndum saman og losa þjóðina undan valdi Rómverja. Hann einlega trúði þessu. Hann var bara hluti af þessum hóp. Hann hafði ekki alveg kveikt af einhverjum öðrum verkefnum sem Jesús hugsanlega þurfti að gera eða átt að gera. Svo höfum það bara í huga. Þannig að ég geti rétt ímyndað ykkur að margt sem gerist, þetta er rosalega svona jafnvægislist sem að yfirvöld í musturinu þurftu að iðka vegna þess að ef þau klúðruðu og innheimtu ekki og voru of undanláttsamir við þjóðina, þá myndu Rómverjarnir láta finna fyrir sér. Og ef þeir hins vegar gengu of langt fyrir hönd Rómverjana, þá eru þjóðir ennþá ánæðri. Munið þegar Kæfas, æðstiprestur, sagði það er betra einn maður degi heldur en öll þjóðin einn degi fyrir alla muniði. Okkur sagði hann þetta. Það segir raunverulega áður, sjá, við erum vitnaði, ég held þetta sé Jóhannes Guðspjalli, og segir hann einhvern veginn svona: ef við sleppum Jesú, þeir eru búin að handtaka hann, ef við látum hann fara, ef við gerum ekkert við hann, hafið í huga, þeir sá ekki Jesú sem frelsara mannkynsins og hann myndi deyja á krossi til að leysa mannkynið undan synd og gefa þeim aðgang að himninum. Hann sem Messías í huga þeirra var bara sama og í huga Júdasar. Hann ætlar að losa okkur. Ef hann er Messías, þá er hann kominn til að losa okkur undan valdi Rómverja, eða hann trúir því, og Kæfas æðstiprestur segir: við sleppum honum. Ef við látum hann bara fara, þá mun bara fjölga þeim sem trúir á hann. Og ef að þeim fjölgar sem fylgja honum í landinu, þá munu Rómverjarnir koma og eyða okkur sem þjóð og musturinu. Þetta var það sem að Kæfas þurfti að horfast í augu við. Hann var að ströggla. Hann segi: ég get ekki, ef ég slepp honum þá er þetta búið. Þá munu bara Rómverjar bara rústa okkur og eyða musturinn okkar einu sinni enn. Það er betra að láta hann deyja heldur en að við deyjum öll og musturinn verður eitt. Þetta er jafnvægislistin, sagði. Og inn í þessa kringumstæður þennan dag, og margt að sannið til, sjáu til þegar við förum áfram í gegnum kaflara, margt af því sem að á sér staði samskiptum Jesú einmitt við þennan hópa fólki lýsir einmitt þessari stöðu. Þetta er bakgrunnin. Nú er ég bara að fara í bakgrunnin, við erum ekki byrjuð á að fara í dýptina hvað er raunverulega að gerast, en þetta er nauðsynlegt til að skilja umhverfið sem er í Jerúsalem og er í musturinu og er í kringum Jesú og í kringum æðstaprestin og prestana alla og fólkið akkurat þessa viku. Þetta er Jerúsalem sem Jesús kemur inn í á pálmasunnudag og hann var með sterka gagnrýni á þetta. Hann þagði ekki. Hans tími var kominn. Jú, hann var búinn að fara út allt landið og lækna sjúka og gera heilt og predika fagnaririndið Guðs ríkið og fjöldi manns fylgdi honum. En nú var komið að því að fara inn í hjarta gyðingdómsins, inn í hjarta musteris guðfræðinar. Og hann tók á því. Hann tók á því. Við ætlum að læra það næstu daga. Þetta er bara dagur 1. Þessi dagur núna, pálmasunnudagurinn, við þá dökkum við þennan fyrsta dag. Á þriðjudaginn förum við yfir mánudag og þriðjudag og á föstudaginn förum við yfir miðvikudag, fimmtudag og föstudag og svo fjórði þátturinn á páskadaginn sjálfan,
tökum við laugardag og sunnudag. Og þá ætla ég að fá til mín gest til að taka tvo seinni þættina og fara yfir föstudaginn langa, skírdag og föstudaginn langa og síðan laugardaginn sem líka mikilvægur, þó við séum ekki að halda upp á hann sérstaklega, það var alveg stórkostleg hluti sem þá gerðist í raun og veru, og síðan náttúrulega upprissudaginn, páskadaginn sjálfan. Þá ætla ég að fá Birki Má sem við þekkið úr viðtalinu sinum daginn og sem ykkar bara þekkið, alveg yndislega og góður drengur og hefur frá svo miklu að segja og miklu dýpt og mikið skilning á mörgum hlutum, svo ég ætla að spjalla við hann þarf að vera með mér þegar við köfum í þessa daga hjá Markusi. Þannig að svona liggur þetta fyrir. Guðsríkið nefnilega ekki bara trúarlegt hugtak, það líka pólitískt. Það breytir hvernig þú orðar það. Takk eftir. Þú getur lagt áherslun á ríki Guðs. Ríki, þá það stjórn og það eitthvað sem ræður, eitthvað sem ríkir. Svo getur lagt áherslun á Guð. Ríki Guðs. Það svona trúarlega hugtakið, en hittir pólitískt hugtak. Og hann talaði mikið þetta og ég fæ aldrei nóg að segja að Guð annt alla sína sköpun og hann kom til að innleiða sitt ríki í allri sköpuninni, ekki bara í einhverjum himni sem að þú og ég verðum einhvern veginn alla eilíð, heldur hinni vittinni sem við köllum yfirleitt Guðsríki eða himnaríki, jafnvel, og jarðríki. Hann ætlar að sameina þetta allt og við munum að læra það þegar framleiða stundur, hvernig hann gerir það og af hverju hann gerir það. Muniði við lásum í Markusi 8. kafla, fór maður yfir það þegar hann var að kenna lærisveinunum og hann var að segja, þeir voru bara einir og hann var að segja nú mun mannssonurinn ganga inn í þjáningar og honum verið hafnað af öldungunum og æðstaprestinum og riturunum og hann verður deyddur á krossi en hann mun rísa aftur á 3. degi. Jesús sagði þeim þetta fyrirfram. Getið lesið myndi í 8. kafla maður rétt. Við erum að fara inn í þessa stórkostlegu viku til að skoða og bara til að hafa myndina úr þessum fyrstu versum kafla 11, vers 1 til 14 sem við lásum áðan, að þá sjáum við fyrir okkur inn í þessa hringiðu lífsins í Jerúsalem koma 2 gjörsamlega ólíkar fylkingar, skrúðgöngur, önnur fátækleg, auðmjúk, þjónandi, hin með valdið og hegða sér og lýsir því yfir eins og sá sem valdið hefur. Þetta nákvæmlega sem að báða fylkingarnir höfðu fylgjendur sem komu og tók á mótið þeim og gengu með þeim inn. Við þurfum að horfast í augu þetta sama í okkur. Hvoru fylkingunum viljum við til þeirra? Eða ef við að byrja öðruvísi að spyrja, í hvoru fylkingunni erum við í dag? Erum við í valdafylkingu rómverska heimsveldisins? Eða með það hugafar, valda sem valdastrúktinn þannig að Guð skiptir ekki aðalmáli nema til þess eins að viðhalda valdinu? Eða erum við í skrúðgöngu og fylkingu Jesú? Það sem að ef við viljum vera mikil þá þjónum við. Ef við viljum lifa í vilja Guðs þá göngum við auðmjúk og við elskum og við þjónum og við erum miskunnsöm og við erum réttlát. Við hugsum vel þá sem fátækir eru og minna mega sín. Við rífumst ekki og þjörkum það hvort að sé að hækka greiðslu til öreiganna eða fátækra. Við viljum hugsa vel þau. Skauti ég smá pólitísku setningu hérna, þið takja eins og þið viljið. Þetta enga síður spurningin, viltu vera í fylkingu Guðs og Jesú Krist eða fylkingu heimslegar yfirvalda sem hafa alltaf bara eitt markmið og þetta stangast á. Þetta spurningin sem pálmasunnudagurinn stílur eftir fyrir þig og mig. Svo byrjar vikan af fullum krafti. Við skulum biðja, þeir sem getur vilji, Faðir vor, þú sem ert á himnum,
helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem ég og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.